hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Suðurland FM, fjölbreytt og skemmtileg. Suðurland FM. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Já, við erum komin hérna yfir í MMA. Nú helgina náttúrulega eignuðust við 2 Evrópumeistara og ég kom með á línuna Haraldín Nelson, framkvæmdastjóra Mjölnis, kontur blessar og sæll og til hamingju með árangurinn. Já, takk og svo leiðist bara. Þetta algjörlega frábær árangur hjá Íslendingunum og við erum afar stolt af þeim öllum saman. Þetta mót sem var haldið það ekki í Birmingham? Jú, þetta var mót á vegum IMMAF sem International MMA Federation og þetta í fyrsta sinn sem að samtökin halda sem sagt Evrópumeistaramót, þannig að þetta var svona sögulegs eðlis líka og þetta fjölmennasta MMA mót sem að hefur verið haldið í heiminum. Þannig að það var afar gaman að koma heim með 2 gull og 1 brons frá því. Og já, það var, við byrja hérna á Evrópumeistarunum, það Bjarki Þór Pálsson og Sunna Rannveig Davíðsdóttir. Byrja þess að Bjarka þó, hvernig var leiðin hans svona að því að vera Evrópumeistari? Já, hún var hér uppið mannleg sko. Bjarki barðist sem sagt á 4 dögum 5 bardaga og allt mjög erfiði bardagar á móti sterkum andstæðingum og til dæmis í lokin að þá mætti hann Búlgara sem er ríkjandi heimsmeistari. Það alþjóðasamtökin hafa til sem haldi heimsmeistaramót og þau eru haldin sem sagt í júlí í Bandaríkjunum og hann heimsmeistari frá síðasta móti og þetta var hann Búlgarinn byrjaði og mjög öflugur, svakalega sterkur og svona kröftur og explosive eins og maður segir og byrjaði af miklum krafti en smá saman náði Bjarki í yfirtökunum og hafði síðan mikla yfirburði sérstaklega í annar og þriðju lótunni og mér fannst að vinna reyndar fyrstu lótuna líka, þannig að enda voru allir dómararnir sammála það. Og já, Bjarki hefur greinilega algjöra stolthaugar svona með þegar maður var að fylgjast með þessu að hvað hann virkaði svo yfirvegaður þegar hann svona var í þessum barndum. Já, þessi strákur alveg frábær og hann þetta svona sem vinnur mikið í sjálfum sér bæði líkala og andlega sem maður þarf auðvitað að gera þegar þú ert á þessu level í svona harðgerðu sporti eins og þessu og Bjarki gerir það sem hann þarf og aðeins meira og sýndi það þarna. Hann var svo fjölbreyttur í þessum bardöfum sínum. Hann var með eins og bara í þessum síðasta bardaga sem var með yfirbyrði bæði standandi og í gólfinu. Hann var með, góð spörk og gott box og svo var hann með frábæra fellur líka og sýndi það reyndar í fleiri bardöfum sterkt wrestling. Þannig að hann er orðin alveg svakalega fjölhæfur og flottur bardaíþróttamaður og það verður svakalega gaman að fylgjast með honum í áframhaldi og sjá hvað hann gerir í sínu ferli og við erum afar stolt af honum. Og já, þá að Sunnu Rannveigu, hún náttúrulega kom þarna sá sigraði þetta, já það var nú ekkert auðveldur andstæðingarnir sem hún þurfti að taka. Nei, alls ekki, og hún var svona hérubil í sama pakkanum með einum bardaga minna og þetta var þetta voru í 2 barnum minna sannlega og hún satt hjá í fyrstum fyrir henni og það var svona, maður kannski skjóta að Bjarki til dæmis, hann í sterkasta flokknum í kallaflokknum, hann í veltiviktinni sem stæðst og sterkasti flokkurinn og hún í sterkasta kvennaflokknum. Þannig og stæðsta kvennaflokknum. Þannig að taka gull í þessum 2 flokkum alveg svakalega sterkt fyrir okkur
og hérna, hún þurfti að fara erfiða leið í þessu líka og háði harða rimmur og stóð sig frábærlega og náttúrulega þarna í lokin þegar hún mætir þarna sænsku stelpunni þá var sko eins og Sunna sagði sjálf mig í dag, ég var að tala við hana að hún sagði sko henni fannst hún sko fá meira afl eftir og bara meiri kraft í hverjum bardaga og hún sýndi það sérstaklega í þessum síðasta bardaga sem hún mætir henni sænsku stelpunni henni og hún bara algjör að yfirburði, hún muni engang klára hann í fyrstu lótu og svo klára hún hann í aðra lótu með svona ground and pound þar sem að dómarinn bara stoppar bardagann og segir nú bara nóg komið og hún er náttúrulega mjög sterk standandi og var það þarna en líka orðin mjög góð í gólfinu og hefur á eftir að eins og með Bjarka að vera gaman að fylgjast með henni hvað gerist núna og ég hugsaði að þau fari bæði út í atvinnumennsku eftir þetta þannig að þetta var bara frábær árangur í okkar fólki og það var til þess nefna að við sendum 8 keppendur út og bara sem dæmi það eru 4 af þeim sem eru slegnir út þegar líður á keppnina að andstæðingar þeirra eru í undanúrslitum og jafnvel í úrslitum það ekki nákvæmlega en og sumið að vinna eins og til dæmis andstæðingur Ingu Birnu Ársælsdóttur sem vann síðan var Evrópumeistari og þetta eru gríðarlega sterkir keppendur sem þau eru að mæta og þau slóðu sig öll með príði og eins og með Sunnu Rannveigu hún virðist hafa svolítið yfirbyrði hérna á Íslandi í kvennaflokki Já, kvennaflokkurinn hefur náttúrulega í MMA sem sagt bara á heimsvísu er að koma gríðarlega sterkari núna en það hafa ekki verið með fjölmennar sko. Þannig að Sunna hefur yfirbyrðið þar alveg klárlega hér á landi og en það er alltaf að verða meira og meira áhuga og það er það minnum nú hérna stelpun okkar sem gerti Ingu Birnu þá talaði við hann í dag, hún sagði að þetta hefði verið skemmtilega sem hún gert, hún mætti alveg klárlega eftir að halda þessu áfram og svo eru fleiri að koma upp og við sjáum það bara í Mjölni hvað það er mikill aukningi á að kvenna á barda íþróttinni og bæði MMA og kickboxinu sérstaklega það er yfir 50-60% af þeim sem mæta á byrjendanámskeið til dæmis í Mjölni í kickbox eru stelpur og þetta þess að þarna er sannarlega flott að sjá hvernig konurnar eru að koma gríðarlega sterkar inn og maður sér það til dæmis bara í UFC þar sem að kvennabardagarnir eru bara yfirlega sko bestu bardagakeppninar margir hverjir sko og Randar Ási náttúrulega risanafn í þessum heimi. En ef maður fer aðeins í byrjunina því að nú hefur Mjölnir, þeir eru náttúrulega það ekki að sprengja utan á sig því að þetta eru svo vinsælt? Jú, við erum það er orðið þó nokkuð síðan á húsnæði sem við höfum sem er skemmtilegt, hann er á Seljavegi, gamli Loftkassadalinn að hann er orðin hreinlega og lítill og við þurfum að finna okkur nýtt húsnæði og þess vegna enga framtíð þessu húsnæði þannig að við erum sjálfstæð íþróttafélag landsins og með 12-1300 iðkendur þannig að við þurfum greinilega
að finna okkur eitthvað nýja stað og erum að vinna í því. Og gaman að fylgjast með því að barna- og unglingastarf er orðið rosalega mikið og já, það er líka bara byrjað hér á eins og hérna á Selfossi að þar mitt komið þarna MMA-félagi Ímir og það er bara búið að vera frábær mæting á það. Já, og sko þetta það er að koma upp og hópar hafa verið að koma upp, það eru náttúrulega sem að hafa verið bæði í sem sagt kannski meira í glímun og því en erum líka komin í MMA og við sjáum það er að gera þess að í hérna á Suðurnesjum og hérna þú nefnir Selfoss og Akureyri er félag, í Kópavogi félag og Egilsstöðum það hefur verið svona glímufélag og Ísafirði og nú síðan í dag þá fengum við ringingu frá Vestmannaeyingum sem að hafa áhugaði að mynda félag þar, þannig að það er gríðarlegur áhuga á þessu sporti og auðvitað gólflíminu eða brasilísku jiu-jitsu líka held ég eitthvað milli 500 og 600 iðkendur á landinu og það er náttúrulega samband, þar er BFJ samband Íslands þannig að það er þessar íþróttir eru bara í mjög öru vexti og að hinsvísu er náttúrulega MMA bara að bara flæða yfir og við sjáum það til dæmis bara eins og London í kringum okkur eins og áhugan og hversu margir eru stundasportið eins og í Svíþjóð og Finnlandi og Danmörku og Noregi að þessar þjóðir eru að senda gríðarlega öflugt lið á þetta Evrópumeistaramót og er að taka sko það er að koma líka mjög öflug lið frá til með Bretlandi og Bretlandi og Írlandi og Búlgaríu og Ítalíu og út allt sko en Norðurlöndin þau áttu alveg svakalega öflug lið þarna og bara sem dæmi að þá eru þau að vinna langt flesta titla Finnar unnu til dæmis 3 gullverðlaun, 1 silfurverðlaun og 2 bronsverðlaun. Svíþjóð vinnur 2 gullverðlaun, 4 silfur, 2 brons og Íslendingar með 2 gullverðlaun og 1 brons og Normenn með 2 silfurverðlaun og 2 brons. Þannig að við slóum Normenn út í þessu. Já, nákvæmlega. En já, svona miðað við hvernig staðan er á þessu í dag að þá lítur út fyrir að þetta verði bara áfram fjölgun það ekki bara út land allt og já, það verður heldur betur gleðilegt að hafa núna 2 félög frá Suðurlandi til dæmis bara álega. Það er náttúrulega að vera bara frábært og Vestmannaeyingarnir nú vanir að gera ekki neitt sem sagt með annarri hendinni sko. Það er farið all in. Þeir eru harðjaxlar með harðjaxla genin alveg á fullu þar þannig að maður efast ekki á það að þeir takk sér til að þá muni þeir var svo tafna og það verður náttúrulega frábært að hafa eitt lið á Selfossi og annað í Vestmannaeyjum og hver veit hvort að þetta rísa fleiri stöðum og við bara spáum aðeins í þessu sko við erum 300.000 Íslendingar aðeins rúmlega að við erum með Mjölnir er sennilega stærsta MMA-gym og er það stærsta MMA-gym í Evrópu. Við erum með gym sem eru svipuð eins og All-Star í Svíþjóð en þau eru samt ekki eins stór og þetta sýnir bara hvað áhugin á sportinu gríðarlegur hér á landi og eru þó Svíarnir, eins og við segjum, bara sem dæmi þá sendur Svíarnir keppendur í öllum þyngdarflokkum þarna út, ef maður rétt og stundum 2, þeir voru með 7 þjálfara sem fylgdu sínu liði og áhugin náttúrulega á MMA í Svíþjóð er gríðarlegur sko þannig að það sýnir bara, ég meina Svíar eru 10 milljónir sko það sýnir bara hvað Íslendingar eru að vinna gott starfi í þessu
og hvað áhugin mikill, hvernig mætingin til dæmis í Mjölni og bara hvað liður okkur í öflut, hvað standa sér vel hann úti. En hvernig gengur ykkur nú náttúrulega en svona klísjan að það eins og í öllum öðrum íþróttum, það náttúrulega það ekki svolítið erfitt, það ekki að fjármagna svona starfsemi? Jú, það það, við höfum aldrei fengið neina styrki frá hvorki ríkinni sveitafélögum og það nú svolítið svona undarleg taktík sem notuð í þeim efnum að það til eitthvað sem íþróttalög og það styrkjum ríki og sveitafélagi stýrt í gegnum ISI, Íþróttasamband Íslands og þrátt fyrir það ákvæði í stjórnarskránum það að menn skuli hafa félagafrelsi en síðan þessi hátturinn hafður á þannig að það beinlýst verið að gera náttúrulega félagum alltaf því ómögulegt að vera fyrir utan ISI og síðan gríðarlega erfitt að komast þar inn líka þar verið að menn sitja kjötköllunum og við sjáum það bara á sínu tíma fekk til dæmis BJJ-samband Íslands fekk neitun með og við erum með eins og ég sagði 500 eða 600 iðkendur á landsvísu og Íslandsmeistar á móti í brasilísku jiu-jitsu eru til þess miklu stærri heldur en til dæmis bara Íslandsmeistar á móti í judo þó að ég vil ekki vera endilega að tefla einhver íþróttagrein á móti annari því að það á ekki að þurfa að vera þannig það bara ég óska júdóinu allsins besta og ég bara taka sem dæmi að því það svona hinn glímu íþróttin sem við getum satt að stundu fyrir utan íslensk glíma sem engin stundur eiginlega þannig að mjög fáir og það hafi verið 10-12 manns á síðasta Íslandsmóti þar og meðan við erum á annað 100 í brasilísku jiu-jitsu sem dæmi og það er að tala fullorðismóti Já, nákvæmlega og þannig að áhugin nægur og þáttakan á mótum gríðarleg En veistu eitthvað hvernig eins og með Norðurlandaþjóðirnar eru þau að ná að fá styrki frá sveitafélögum og fleira? Já, ég meina eftir því sem að ég skil þetta rétt á til dæmis eins og bæði BJJ og MMA inni í sænska kerfinu sem til dæmis og ég svo sem ekki ekki kynnt með það nákvæmlega hvernig það en það verið að skoða það núna og meðal annars að menntamálaráðuneytið til að láta vinna til sér vestur skýrslu það hvernig staðan á hver reynsla Svía á MMA sem við vitum að mjög góð MMA búið að vera löglegt þar síðan 2006 og bæði áhugamann og atvinnumannareglur og þeir eru með svona safety ladder eða svona öryggistiga sem að menn fara svona því hvað þeir vilja fara hátt í þessum bardaíþróttum og kontaktsportum sem að þeir eru til dæmis með allavega 4 sett af MMA-reglum 2 sett af áhugamannareglum og 2 sett af atvinnumannareglum þannig að þeir eru búin að vinna sína vinnu mjög vel og við hún einhvern veginn að reikna útganni ef MMA væri hér að það við fjöldan sem stundar það og keppinari sem úti ég held að við erum maður rétt eitthvað 4.000 bardagar í Svíþjóð á síðustu árum að það tæki okkur svona 250 ára að hafa svona marga bardaga og það ekki orðið einasta alvarlega slys eða í Svíþjóð þannig að Svíðarnir hafa mjög góða reynsla og hafa unnið þess að vinna mjög vel unnið forvinnuna mjög vel og eru svona fremstir eiginlega bara fremstir Evrópuþjóðum að segja í öryggismálum að öðru í kringum það og til dæmis eins og á þessu móti þurfa allir að fara í gegnum sem var núna Evrópumeistaramótinu allir að fara í gegnum læknisskoðanir auðvitað og slíkt og það fólki lyfjaprófað og ég held að allir til dæmis sem unni til velun á mótinu allir sem voru í úrslitum voru lyfjaprófaðir og það engin íþrótt til dæmis í Bandaríkjunum eins og sem dæmi sem gengið jafn langt í lyfjaeftirliti og MMA
og sérstaklega þegar kemur á UFC sko, hvernig þeir vinna sín mál, þeir eru gríðarlega öflugt lyfjaeftirlit sem að sérstaklega núna sem að þeir eru með svo random testing, allir bardagi frá það menn og svo til dæmis Gunnar þarf að gera grein fyrir sér fara nér alltaf, þannig að það er hægt að kalla í hann og hann var til dæmis tekin í random test núna bara daginn á Írlandi þar sem hann var og hann var bara kallaður í test og svona átt að vera það eiga bara að þarf að uppræta þennan viðbjóð sem að ólögleg lyfjanotkun íþróttamennina vagna og sem betur fyrir menn að vinna mjög vel í þeim málum í MMA og ég bara sett þér dæmi að ég fekk þetta með fengum hann Skúlason sem að var yfir lyfja ISI, fengum hann til þess að vera með fyrirlestri mjölni fyrir okkar keppnislið og annað og hann sagði þegar hann fór að kynna sér lyfjaeftirlit í MMA þá kom hann sagði ég hef aldrei trúið í hvað þetta er öflugt, þetta er miklu öflugra heldur en í til dæmis bara í körfubolta og fótbolta og öðru í Bandaríkjunum til dæmis þannig að sem er bara gott mál, það þarf að taka til í þessum málum eins og við sjáum núna í frjálsíþróttaheiminum og öðru slíku. Já, nú svona 20 lokin, ég ætla nú að byrja hérna aðeins á Gunnari, næsti bardagi hans, ekki bara komið svolítið spenningu fyrir hann, það ekki núna í desember? Jú, hann er 12. desember og Gunnar ég var nú bara að tala við hann rétt áður en að við fórum að tala saman og hann var nýlentur í Los Angeles á samt Conor McGregor sem að verður titilbardagi kvöldsins þess að aðalbardagi kvöldsins Conor og Jose Aldo verða þar og hann þetta UFC 194 þetta verður stærsta keppni í sögu UFC og næst stærsta keppni í sögu UFC er UFC 189 sem Gunnar var enda líka á sem var í júli í sumar þannig að það er sannarlega gaman að fyrir Gunnar að vera í báðum þessum keppnum og hann er að mæta þarna 5-földum heimsmeistara í brasilísku jiu-jitsu og glímum sem er Demian Maia og er nummer 6 á heimslistanum og sá anstæðingur Gunnar er samkvæmt lista sem birtist í dag og UFC er nummer 12 þannig að þetta verður svakaleg barátta og við erum mjög spenntir fyrir þessu. Þeir fenguðu það ekki félagarnir Conor og Gunnar sterkasta mann Íslands og sem verður vonandi sterkasti maður heims í bráð Hafþór Július Björnsson er það ekki heimsón? Jú, Hafþór hefur sennilega verið við tökur held ég í Írlandi Game of Thrones og hann kíkti á þá þeir eru nú þekkjast hann og Gunni og hann kíkti æfingu til þeirra og þeir eru náttúrulega bara eins og smá strákar við hliðina á fjallinu en sem ég skilst held ég Hafþór einu svona tvisvar bara að þetta er afal blítt og ljúft fjall Já, nákvæmlega En hann kom þarna og tók æfingu með þeim einhverja og þeir voru eitthvað að leika sér þarna sagði hann og Conor Já, og það er náttúrulega mátt ekki reyna of mikið á sig því að það er stutt í bardaga Já, það er dýrt í svona að missa út bardaga og það er miður ekki þarna eins og til dæmis í fótboltanum eða á stæðasviðinu þar sem við erum að tala allt aðrar tölur sko og það er náttúrulega líka þannig ef þú meiðist og þá ertu samt á launum hjá liðinu þínu þarna verður þú bara að berjast og til þess að fá borgað og það við þurfum öll að lifa þannig að menn þurfa að passa sér mjög vel að þú þarft auðvitað að æfa hart og ákveðið og vel en þú verður að reyna að passa þig að verða ekki fyrir meiðslum og tala um þegar þú svona stutt í keppni. Svona rétt í lokin, það er eða svona síðasta sem við komum að það er Ronda Rousey sem að tapaði þarna
sem að tapaði gegn hérna Holly Holm má segja að þetta sé Holly Holm ekki Holm má segja að þetta sé eina óvæntustu úrslitum í sögu MMA því að nú mikið verið að tala það veistu? Já, ég sko það náttúrulega oft orðið óvænt úrslit í sögu MMA og hérna fæktu þetta Matt Serra vann GSP hérna á Róttöki hérna en ég held að það sé engin vafa á því að þessi úrslit eru þó óvæntustu í sögunni hingað til og hérna og bara þetta var einhvern veginn svo ópúslega vel gert allt hjá Holly Holm hún hvernig fótavinnan hennar hún náttúrulega auðvitað sko margfaldur meistari í boxi og ég sá hana nú live sem sagt, ég sé hana berjast sem sagt og seti þá með þess að var ringside þá hérna horfum á hana hérna á sínum tíma og hérna og fengum hansi góða miða þá var gaman að fylgjast með henni en það var allt annað að sjá hana núna til dæmis hendur með það hún er búin að bæta sér svo opbúðslega og eftir hann sem sagt kemur úr boxinu og fer síðan að vinna í MMA og kickboxinu sínu og öllu þessu og hún sneri sín og þarna þess að hún fór í jörðina en náði að snúa sig út úr því og hefur verið að æfa hjá Greg Jackson og þeim og hérna þannig að þetta er eiginlega bara frábær íþróttakona og hérna og þetta hún má segja hún hafi bara algjörlega hún algjörlega hérna hafi slóð bara þögn á alla MMA hérna áhugamenn og hérna þetta var gríðarlega óvænt og það voru til dæmis mjög margir sem að tölum það að hún ætti ekki skilið að fá að keppa strax við Rondu sko að fá að keppa titilinn og Misha Tate ætti að fá þriðja bardagan og eitthvað svona en þetta sýnir að þú veist að hvað þeir eru klárir að þeir sáu hvað þetta væri svona potential eða svona mögulega góður bardagi hvað var lægi mikið í þessu og að Holly Holm væri klárlega ógn fyrir hennar stíl væri mikil ógn fyrir Rondu Rousey og svo bara greinilegt að hún kemur bara betur undirbúin í barda og þá maður þurfilegt með þessu hún er bara hún er náttúrulega rétt á fæti og hérna og eins og ég sagði áðan svakalega góða fótavinnu að hitta Rondu hefur náttúrulega gegnum tíðina og tekið högg sko hún hafi klárað bardagana sína við fljóta hún oft lappaði gegnum högg frá sömu anstæðingu sínum og við vorum einmitt að tala það var bara við Gunni hérna að hún lent á móti svona eins og Holly sem er höggþung og góðu boxari þá gæti hún lent í stórkostlu og vandræðum hún gæti bara hreinlega verið votuð og hérna með því að taka það sem gerir þarna Haraldur Dín, ég gæti tala við því svona alveg fram eftir nóttu og fram á morgunmjöltum myndi ég halda sko því að það er svo mikið að tala í þessu sporti því að það er svo mikið í boði og sérstaklega hjá okkur í Mjölni að maður getur verið alveg endalaust að algjörlega og ég get malað örugglega stanslaust þetta því að þetta er svo mikil ástríða og ég hef svo gaman af þessum bardaíþróttaheimi og hérna og líka bara okkar íþróttamenn með þykir svo vænt þetta alla þess að krakka þetta eru svo frábærir einstaklingar að það sem ekki heiður að vera í kringum svona fólk sko að þú veist ég er með besta starfi heimi og hérna þannig að ég get líka talað þetta endalaust sko því að mér finnst þetta svo skemmtilegt og frábæra fyrirmyndir sem að vera að skefa sér tíma alveg í alla krakka og fleira sem koma þarna og líta upp til þeirra þetta eru alveg frábæri krakkar og hérna og enda sko það hefur alltaf verið þannig hjá okkur í Mjölni það bara þannig að þegar við stofnum Mjölni hérna 10 stofnendur af Mjölni formulega stofnaður Mjölni 10 ár í dag og hérna formulega stofnaður 2005 og menn hafi verið byrjað á æfingu fyrr og farin að tala Mjölnisæfingarna að hérna
þá hefur það náttúrulega verið þannig aðeins og svona loðir alltaf pínulítið við bardagíþróttir af því að þetta átök að það eru svona ýmsir aðilar sem vilja koma þarna inn sem að við segjum á röngu forsendum. Þeir eru komnir til þess að sem að hafa einfallega ekki höfuð á réttum stað, getum við sagt. Og við höfum tekið alveg gríðarlega strangt á þessu hjá okkur, alveg frá upphafi. Við erum að byggja upp mjög gott og manneskjulegt umhverfi fyrir þá sem fyrir einstaklingar til að vaxa og dafna og rækta bæði sinni ytri og innri mann og við okkur hefur tekist að halda svona vafa sem einstaklingum við burtu og höfum alveg hiklaust vísað þeim á klúbbnum ef að menn hafa slysast þar inn sem að eiga ekki heima þarna og fyrir vikið þá þetta misjafnsauður í mörgum því að þegar þú kemur að þessu keppnislið Mjölnis eða þú komin svona langt eins og þessi krakkar sem að fóru að keppa núna og okkar fremsta íþróttafólk það eru alveg topp einstaklingar og það bara algjörlega unun að fá að umgangast þetta fólk. Haraldur Dín, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur sem allra best og hlakka mikið til að heyra frá okkur aftur því að það eru nú eiginlega bara viðbrögð hjá okkur næstu hverja helgi. Já, það eru það og takk fyrir að hafa samband og við erum eftir að tala saman aftur. Já, engin spurning. Bestu þakkir. Gangi ykkur vel. Sömuleiðis. Já, við tökum enska boltan rétt í lokin. Við ætlum að heyra í Leicester aðdáanda. Það er hann Viðar Halldórsson sem verður á línunni hér eftir smá stund. Ég þurfti að leita víða eftir Leicester aðdáanda í dag og hringdi meðal annars í fyrir leikmann Leicester og fleira til þess að komast að niðurstöðu hver er Leicester aðdáandi á Íslandi en þeir eru á toppnum í enska úrvalsdeildinni. Tökum það rétt í lokin.